Ef einstaklingar eru með einkenni kvef, hita eða flensu og hafa tengsl við Kína eða hafa ferðast þangað síðustu 2 vikurnar, þá ætti að leita fyrst til heilsugæslunnar. Einnig er hægt að fá frekari upplýsingar í símanúmer 1700 sem er upplýsingasími sem opinn er allan sólarhringinn. Ef einstaklingar þurfa að leita bráðamóttökuna vegna alvarlegri einkenna er mikilvægt að gera boð á undan sér og þá ætti að hringja á deildina áður og fá frekari upplýsingar. Bráðamóttaka Landspítala hefur undirbúið sig fyrir mögulega komu sýkinga af korónavírus í samráði við sóttvarnalækni og er vel undir það búin að taka á móti slíkum einkennum. Þrátt fyrir að töluvert álag sé á bráðamóttökunni, þá höfum búið svo hnutana að við getum vel tekið á móti þeim sem þurfa að leita til okkar með þessi einkenni. Þessi veira þó hún sé af flokki kórónuveira og skyld veirum sem við þekkjum frá fyrir tíð eins og SARS og MERS, þá kannski í huganum setjum við hann í sama flokk eða svipaðan flokk og inflúensuveiruna sem við þekkjum mjög vel, veldur svipuðum einkennum. Það eru alltaf margir sem verða mjög alvarlega veikir af inflúensun á hverju ári. Það er mjög mikilvægt að nýta bólusetninguna eins og við þekkjum. En smitleiðirnar eru mjög svipaðar, snerti og dropasmitt fyrst og fremst, þó að geti líka orðið úðasmitt undir vissum kringumstæðum. Smitleiðir veirunar eru sem sagt snertismitt að verulegu leyti og það er þá þannig að slím berst úr öndunarfærum á hendur og við síðan getum smurt því í kringum okkur, heilsað einhverjum, snert hurðarhúna, lyftuhnappar áttu mjög stóran þátt í faraldrinum þegar SARS kom upp á sínum tíma í Hong Kong og næsti maður tekur svo hurðarhúnin eða ýtir á lyftuhnappinn og óvart snertir nefslímhúð eða augnslímhúð eða þess að það getur smitað sig þannig og þetta sýndi sig í SARS að geta verið töluvert virk smitleið. Nú einnig getum við andað þessu að okkur, manneskja við hliðina á okkur hóstar, við öndum á okkur dropum með veirun í og veiran fer síðan í öndunarfærin og veldur lúnabólgu. Og það sem við getum gert á þetta er að reyna að halda sig frá svæðum þar sem veiran hefur greinst og handhreinsun er mjög mikilvæg og svo má færa fyrir því rök að undir sumum kringumstæðum þá séu maskar gagnlegir. Veiran kemur í rauninni fram bara í kringum áramótin og á 3 vikum erum við búin að raðgreina nýja tegunda veiru sem hefur aldrei greinst áður í fólki. Við erum komið með skilning á faraldsfræði og eðli veirunar, eitthvað sem hefði tekið mánuði og jafnvel ár fyrir ekki svo löngu síðan. Sem afleiðing af þessari þróun þá erum við að fá tæki til þess að greina veiruna vonandi í kringum næstu helgi.